Já, ég ætlaði að panta leigubíl á N4, góðan leigubíl. Já, hérna á N4. Er þetta ekki örugglega góður leigubíl? Já, mér líst vel á það. Takk fyrir. Kæru áheyrendur, velkomin að Túbusjónvarpánum. Nú að fara í hönd 4. þáttur af Föst í fortíðinni og ég vil byrja á því bara að þakka fyrir góðar viðtökur og mér skilst að þessir þættir hafi vakið lukku, jafnvel ólukku hjá einhverjum, en við hlustum ekkert á þá. En að venju þá byrjum við þáttinn á það sem við köllum leiðinlega lagið og við kynnum það á eftir. Já, þetta leiðinlega lag þáttarins í dag. Þetta Bobby McFerrin með Don't Worry Be Happy. Hvað segja gestir þáttarins? Eru þið sammála mér? Er þetta leiðilegt lag? Nei, ég var bara, mér var þetta allt í lagi. Já, þetta fór ekkert illa í mig. Þetta var svona peppandi. Já, þetta var svolítið peppandi. Já, ég vissulega, en mér þótti þetta bara leiðilegt. Það var bara svoleiðis. Hérna gestir þáttarins, Eyrún Svava Ingvadóttir, talmeinafræðingur og Hólmar Svansson, framkvæmdastjóri í Háskólanum. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Nú draumur að rætast, nú ég komið hjón í settið, sko. Segðu. Sem að, sko, fóru í gegnum, sko, sokkabandsárin, sko, í 80s tímabilinu. Já. Og hafa frá einhverju að segja, væntanlega, sko. Munið þið náttúrulega vel eftir þessu tímabili? Já, við munum vel eftir þessu tímabili. Í byrjun. Já. Frá 81 munum við vel eftir, þegar það vorum við að kynnast. Það 81 sem þið kynnist? Já, í menntaskólanum. Þannig að þið hafið tekið þannig áratug bara með trompi. Saman, alltaf. Og hvernig byrjaði þetta svona hjá ykkur? Það byrjaði nú kannski þannig að við hlustuðum þegar við kynntumst, þá komumst það að við hlustuðum á mjög ólíka tónlist. Já. Ég var að hlusta á Supertramp og Stevie Wonder og Dire Straits og eitthvað slíkt, en hann var meiri í... Ég var bara svona argasti punkari. Já. Það er náttúrulega punk-tímabili þarna svona að renna sitt skeið. Já. Þannig að það var svona miklu grófara allt saman, sko. Já. Og þú hefur svona hangið inn á því svona eitthvað fram eftir 9. áratugnum. Já, sko, þetta er svona þróast alltaf saman hjá okkur, sko, og svona breytist, það kemur svona meira þessi syndatónlist þarna á þessum tíma, sko, og svona færist meira þangað. Já. Eigið þið eitthvað svona, eitthvað lag sem lagið ykkar frá eitthvað svona sem að... Fyrsta platan sem ég gaf þér, það var OMD. OMD, já. Hvernig var fyrir punkaran að fá OMD-plötu? Þetta var svona syndatónlistin, sko. Þú hefur opið fyrir þessu? Já. Náttúrulega þú hefði getað örugglega gefið honum hvaða plötu sem sko á þessum tíma, sko. Hann hefði verið mjög opið. Ég held það. Ég gæti ekki sagt það. Nei, maður var diskotekari, plötusnúður, eins og það hérna á þessum tíma. Já. Þannig að maður var auðvitað innan allavega tónlist, sko. Þannig að það var auðvitað bara... Þetta var gríðarleg gróska. Pottur, sko. Og þarna upp úr einmitt 1980, sko, þá varu alveg svakalega breytingar, sko. Það jafnvel leifar að diskóinu þarna líka og svona. Þetta rennur þarna svolítið. Donna Summer og... Já. Og í rauninni ekkert rosa mikill munur á punkinu og diskóinu, sko, þegar Grant ringt, sko. Nei, kannski ekki. Það aðeins þemað í textunum. Já, lítið svona harðari textar í punkinu, sko. Já. En þið náttúrulega eins og allir aðrir, þið senduð okkur myndir sem að svona eru svolítið svona einkennandi frá ykkar lífi á þessum tíma. Og við skulum bara byrja að rúlla þess yfir þær og fáum hér fyrstu myndina sem við ætlum að skoða. Já, þarna mín á hlið, sko. Þarna mín á hlið. Já, en það hlýtur að vera laga, sko. Já, það verður laga. En þarna hárgreiðslan í alglemingi, sko. Já, þarna hún alveg, þetta svona 86, 7, ég hef örugglega verið að gera mig fína fyrir tónleika. Ok. Með AHA. Já, voru ekki að telja það. Já, ok. AHA tónleika. Það líklega verið AHA þarna og það sést buxurnar, þetta voru svona reiðbuxur. Já, sem voru svona alveg þröngar um kálvan. Já, alveg þröngar niður og reiðbuxur og móðir mín, hún saumaði þennan jakka.
Já, þessi tvínhefti jakkar voru mjög vinsælir, sko. Gildir hnappar. Já. Ok, við skulum að rúlla þessu áfram. Þarna minn, sko, í hvítu jakkafötum. Svona var maður fyrir áhrifum þarna úti, sko. Já. Er þetta úti í Bandaríkjunum? Þetta er úti í Bandaríkjunum. Þetta er í Alabama. Já. Það voru eiginlega flestir þeir sem fóru þarna út komu heim einhvern tímann svona. Já. Einhvern tímann á þessu ferli. Algjörlega út úr kú, sko. Já. Þessi svona einlitu þunnu jakkaföt, sko, voru náttúrulega mikið inn, sko. Áttirðu fleiri jakkaföt, svona? Nei. Hvað var nú lítið það? Ég meina, þetta er alveg nóg, sko. Jú, þetta er alveg nóg. Þetta gerir allt. Hann týnist ekki myrkrið þarna, sko. Og ég meina, hvítir skór og þetta er... Voru þetta svona mokkasýru? Þetta var hálfgerða mokkasýra, já. Já. Eruð þið áfram með þetta? Þarna, ég var nú fyrst þegar ég sá þessa mynd, þá hafði ég nú áhyggjur af því að við mist fótinn einhvern tímann. Já, við eiginlega líka. Við skoðum hana betur. En okkur fannst þessi mynd, við erum þarna trúlof okkur. Stutt á hana fyrir til Bandaríkjanna, þetta er 85. Og mér fannst þessi mynd svolítið skemmtilega því að þetta eru svolítið litirnir. Það er svo mikið gleði. Það eru fjólubláar buxur og bleik úlpa og náttúrulega bleikir skór í stíl. Og síður frakki. Síður frakki. Svo er þetta eitthvað sem maður var aldrei með á Íslandi, það er regnhlíf, sko. Nei, þetta var bara einhvern veginn þetta kvöld, sko. Rómantíkinu. Já, þeir segja nú að það sé alltaf svo mikið rok með rigningun í Íslandi, það þýðir ekkert að vera með regnhlífa, sko. Nei. En þetta er auðvitað Þetta er auðvitað svolítið lýsandi fyrir tíðarandann og mér finnst þeim skótnir og jakkinn, þetta svona tónar og tala vel saman, sko. Og maður setur sig í tísku stellingar, sko. Og næsta mynd, sko, þegar ég sá þessa mynd, þá hugsa með mér, þarna er ég búinn að ná öllu fram sem ég ætla að gera í þessum þáttum, þannig að nú get ég bara hægt og farið, sko. Þetta er búið. Já, þarna segið okkur aðeins frá þessu. Já, þetta er nú allavega bílnúmerið okkar sem er þarna á milli okkar. Ég held við höfum keypt þá en við keyptum bílinn. Sem var hægt að láta búa til, ég held þetta sé hérna... Já, er þetta kannski fyrsta enganúmerið bara? Já, eiginlega. Þú fékkst, sko, þú mátt vera með eigin númer að framan, sko. Já. Og við keyptum okkur bílnúmerið fyrst og svo keyptum okkur bílinn seinna. Já. Fengum okkur bíl sem passaði við númerið. Af hverju er bara bílnúmerið aftan? Þetta er í ákveðnu fylgjum, ég veit ekki af hverju hvaðan þetta kemur, sko. Einhver sagði að það er löggan alltaf að elta bílana, sko. En ég veit það ekki. Ég myndi stoppa bíl ef ég sæði með svona númeraplötu á framan, sko. Hvað er í gangi, sko? En þarna erum við Þarna erum við komið til Ameríku. Já. Og þarna er tvínhefti hvíti jakki. Jú, þú sér það að maður bara er í sama jakkanum. Já, þetta var alveg ódauðlegt, sko. Þetta er svona tónleikajakki. Já, voru þið að fara á tónleika þarna kannski? Nei, ég er ekki viss það. Ég held að þetta nú aðalega verið bara svona undirbúningur bílsins eitthvað. Já, og gula skyrtan er flott. Gula skyrtan, sko. Áttan eða? Nei. Þetta var mikil flík. Já. Þetta er flott. Svo var þetta hárið, sko, segðu, sko, takettir, sko, takettir. Það var eins og hár og svona, sko. Já. Og hárgreiðslan á þér Eyrún er mjög í stílinn, sko. Ég fór nú ekkert sko, þetta var svona það helsta sem ég gerði, svona aðeins svona að setja þetta upp, sko, pínu þarna. Já. Ég var ekki mikið með svona bönd og svona, það var ekki alveg. En Hólmar lágu menn eitthvað í ljósabekkjum hann, eða var bara svona mikið sól? Já, það var náttúrulega, þetta er í Suðuríkjum. Já, þetta er í Alabama og það náttúrulega er... Alltaf sól? Já, alltaf sól þar. Já. Þannig að það er líka En já, þetta var nú skemmtilegt að rúlla í gegnum þessa myndir, sko, en svo er það náttúrulega bara tónlistin sem er náttúrulega bread and butter, sko, alveg þessa tímabils. Og það eru bara allar minningar meira og minna sem að maður tengir við frá þessum tíma eru tengdar þessari tónlist og þessari gríðalegu grósku. Já. Og Eyrún, þú varst Whitney Houston aðdáandi. Já, þegar maður er að hugsa, sko, uppáhaldslag frá þessum tíma, þau eru náttúrulega svo svakalega mörg að það er erfitt að velja. Já. En ég held að svona fjölskylda mín og bestu vinir, þeir vita að ég á bágt með að setja kjör. Já, það er svoleiðis. Þegar Whitney kemur á fóninn, ég þarf nú yfirleitt að dansa. Þetta er bara, hún er þetta frábær söngkona. Við skulum sjá myndbandið sem þú valdir og það var I Wanna Dance With Somebody. Þú reynir að stilla þig. Já, þú meinar, sko. Ég gleymdi að óla hana niður, sko. En hún er náttúrulega, þetta var náttúrulega alveg ótrúlega sorglegur dauðdagi hjá henni og hennar líf undir það síðasta. Algjörlega.
En þvílík hæfileika söngkona. Hún var alveg dásamleg. Við vorum einmitt í svona plötuklúbbi þegar við byggum úti. Vildu plötuklúbbi? Bara, þú veist, Columbia. Já, sem fengum alltaf sendar plötur. Bara eins og í bóka voru líka í bókaklúbbi, en þá bara fengum við senda svona plötur mánaðarins og þurftum alltaf að velja okkur 2-3 plötur, þannig að við áttum mikið safn eftir tíma. Það er náttúrulega alltaf verið sendt í pósti. Já, og sko vínið, náttúrulega. En líka með vitni að við hefðum náttúrulega alltaf langað svo mikið til þess að fara á tónleika með henni, sem gekk ekki eftir í Ameríku. Nei. En við fórum og sáum hana í London 2010. 2010, já, ok. Það var mjög sorglegt. Já, var það? Var hún þá alveg bara... Átt að vera svona comeback-túrin eitthvað, sko. Það var ekki skemmtilegt. Eiginlega baulað á hana fyrir. Já, en þarna, Hólmar, þarna eru við aldeilis konir í svona... Þetta svona blómatíminn minn, sko. Já, þetta klass. Já, þetta klass þarna á Prime, sko. Já, það var svona... Þetta reyndar aðeins að svindla, sko. Þetta lag kemur út 79, sko. Já, akkurat. En þetta alveg klassik, sko. Þeir náttúrulega voru náttúrulega, já eins og segir á hátindi þarna í kringu 1980 og voru náttúrulega grúpa sem að sagði ýmislegt. Já. Gett allt flakka, já. Sko, var það eitt af því sem breyttist rosalega þegar kannski menn þegar tónlistin færðist úr punkinu og yfir í þetta 80s að hættu menn þá að vera svona þjóðfélagsgrínar? Já, ég held að það er svona svolítið minnkað. Það er svona alltaf ákveðnir geirar af þessu. Ég meina U2 og svona sem voru, þú veist, svona með eitthvað annað. Þetta er bara svona be happy, eitthvað. Já, akkurat. Þú veist, þannig að það var svo sem alltaf ákveðin tegund af tónlist sem var þannig, sko. Já. En svona punkið var náttúrulega bara mjög... Það var bara fuck the system og bara allur sá pakki, sko. Það var svolítið sorglegt með þetta, sko. Ég keypti, sko, London Calling plötuna, sko. Já. Og ég er eitthvað 14 ára unglingur, sko. Og þá voru þeir að spila í Reykjavík. Og ég var fjall bara í, þetta var fyrsta ástin, sko. Það var bara London Calling platan, sko. Já. Og ég satt bara heima og hlustaði á plötuna meðan að tónleikarnir voru á í Reykjavík, sko. Ok. Já, það hefur náttúrulega ekkert verið hægðarleikur að bregða sér á milli bæja þá. Nei, það fór ekki að puttanum. Herru, þetta er frábært, en nú er komið að fjáröflun og á meðan við förum í fjáröflunarhlé þá getið þið poppað og endurnýjað kókið í glasinu. Já, verið velkomin aftur. Við erum hér með 2 góða gesti, það er Eyrún Svövu Ingvadóttur og Hólmar Svansson. Við erum að ræða um 80s og fórum yfir hérna myndir og uppáhaldslög hérna áðan sem að þau völdu. Áður en við höldum í svona seinni hluta þáttarins að þá er ég hérna með 5 staðreyndir sem að ég hef tekið saman hérna af 80s tímabilinu. Og það fyrsta núna er það sko að VAM var fyrsta vestræna hljómsveitin til að halda tónleika í Kína, sko. Og einhverjir segja að strax... Ég ætlaði að segja, strax? Já, þeir hafa verið þarna skömmu síðar, sko. Stuðmenn í útrásinni? Já. Það var svolítið skemmtilegt, sko. Svo var það fyrsta hljómsveitin til að selja fleiri geisladiska en vínilplötur. Það var hérna Dire Straits og það var platan Brothers in Arms. Þannig að hérna, þeir voru fyrsta grúpan til að rjúfa þennan múr, sko. Nú aðeins meira þá plötu því að Eric Clapton, hann lánaði Mark Knopfler gítarinn sinn í einhverju lagana á Brothers in Arms. Þú veist, ég fór að velta þessu fyrir mér, sko, þetta er eins og að Lionel Messi myndi lána, sko, Ronaldo fótboltaskóna sína, sko. Já. Þú veist, þetta er alveg magnað, sko. Og svo hérna, þið kannist við hérna lagið Jump með Van Halen. Þegar þeir voru að taka myndbandið, þá eyddu þeir meiri pening í bjór heldur en aktuelt, sko, í myndbandið sjálft, sko. Bjór og annað. Já, væntanlega, já. Þeir voru hressir, sko. Og svo var það hérna Ozzy Osbourne sem er náttúrulega einn af svona rockfígurum. Að hann sem sagt árið 1981 þá hélt plötuútgáfan hans eitthvað partí.
og hann var ósáttur við einhverja PR-konu sem var að vinna þarna með þeim. Þannig að hann tók 2 dúfur sem voru þarna og hann beit af þeim hausinn. Að sögn til þess að þagga niður í þessari PR-konu. Og svo bara var allt upp á við hjá Ozzy Osbourne eftir þetta, sko. Losa sig við hana. Já, og hann hefur nú það, sko. Þá komið efni í seinni hluta þáttarins og þar ætlum við aðeins að kíkja á dúetta, misgóða, misþekkta og allt það fram undir göttunum og ætlum við jafnvel að velta fyrir okkur, sko, hvort að annar félaginn í dúettinum hafi kannski verið til óþurftar eða hvað. Fyrsti dúettinn sem við fáum að sjá Eurythmics. Og það náttúrulega dúett sem að, sko, snilldadúett. Það voru frábært. Og voru bara framleiddu smellina alveg á færibandi, sko. Og með svona mikið karakter eins og Annie Lennox í fararbroddi og leiðandi svona bara í kvennahreyfingunni og annað bara í heiminum. Og fullt af flottum lögum, sko. En hann var held ég rosalega mikið, sko, höfundurinn á bakvið þetta saman. Og í rauninni svona silent gaur. Þetta voru fleiri svona dúettar sem að voru svona behind the scenes, Yazoo, Soft Cell, akkurat. Svona hingæinn, hann þekktist alla, hann var bara á bakvið eitthvað og dót, sko. En gerði þó gagn og var jafnvel svona þunga miðjan í semja. En það má alls ekki segja, næsta myndbandi, þar náttúrulega sjáum við alveg ótrúlegan dúett, sko. Og nú erum við spennt, sko. Þetta Milli Vanilli, sko. Gaman að sjá þetta. Það var, þér finnst það. Skein ekki kaldhæðin í gegnum það. Þeir voru svolítið ég meina þarna var bara búið til eitthvað batteri, sko, bara svona commercial batteri. Fengnir einhverjir 2 snoppufríðir menn og þeir var bara búinir til, sko. Já, ég held við aldrei hlust á það. Þannig þetta svona að byrja svona, í rauninni, held ég þetta sé svolítið merki ákveðna svona commercialization á þessu saman. Menn geta í rauninni bara búið þetta til, strákaböndin og svona þetta kemur svolítið upp úr þessu öllu saman. Og það varð heimsbyggðinni áfall þegar það kom svo í ljós að þeir sungu þetta ekkert. Nei. Eða sönnun bara. Sönnun á hversu hræðilegt þetta var. En þarna erum við þá kannski niðurstaðan svo að við erum ekki að tala að annar megi missa sín heldur báðir. Alveg saman, báðir. Já, ég held það. Herru, þá fáum við hérna líklega frægasta dúett þessa áratugar. Og þarna eru nú flestir á því að óþurftarfélaginn hafi nú verið þarna til staðar, sko. Já, maður. Hann sko kom þeim svo samt í fjölmiðla svona, hann var kappaksturhetja eða eitthvað. Og þú veist, hann svona skandaliseraði pínu svona og það var eiginlega svona vaktið líka athygli, sko. Já, akkurat. Það var eiginlega eina hlutverki, sko. En þarna náttúrulega George Michael geggjaður söngvari og syngdi það þarna strax, sko, hversu magnaður hann var, sko. En svo var hann að hingæinn, sko. Já. Þú veist, það var alltaf hingæinn, sko. Það hinn. Ég vissi ekki hann getur gert þetta með hverjum sem í rauninni. Og en þarna svona menn almennt á því að Andrew Ridgeley svona hefði mátt missa sín. Já, það getur verið saman. Ekki spurning. Þannig að það voru búin að afgreiða það, sko. Já, það afgreitt. En þá kemur alveg afskaplega leiðilegu dúett. Þetta náttúrulega alveg ræðilegt, sko. Ég valdi lagnaði með daginn sem leiðilega lagi, sko. En svo getum það bara, þeir sömduðu faktisk bara 1 lag og Já. Útsettu það mismunandi bara? Já, útsettu það bara á mismunandi hátt, sko. Voru ekki Þjóðverjar? Það voru Þjóðverjar, sko. Þetta var svona eitt af þessu svona slæma sem kom frá Þýskalandi. Já. Og það alveg kannski efni í heilan þátt að taka samt svona mið-Evrópu 80s, sko. Það voru menn frá Austurríki og Þýskalandi og svona sem að frakkar áttu eitt og eitt gott lag, sko. En þetta er ekki til útflutning, sko, þó að það hafi verið það á þeim tíma, sko. Nei. Og svona á þessum tíma akkurat þetta setup þegar menn komið bara á mæmiðu, sko. Frekar hallærislegt.
En þannig að við erum þá í rauninni sko... Og þeim máttu báðir missa sín. Já, þeim máttu báðir missa sín, sko. Akkurat. Þannig að við erum í rauninni að segja það, sko, að við gætum alveg bara verið án þeirra og Milli Vanilli í tónlistarsögunni. Já. Það var ekkert... Nei, það er ekki draga neitt undan, sko. Nei, drögum ekkert undan. Stórar yfirlýsingar. Sko, þetta eru Hall & Oates. Þarna eru menn sem að einhvern veginn virtust fúnkara vel saman, sko. Þeir sömdu mikið sjálfir, sko. Og þó að Daryl Hall hafi verið svona frontmaðurinn, sko, þá var Oates kallinn aldrei langt undan. Nei. Enda hver myndi ekki vilja hafa svona manni með sér sem að skartar svona mottu eins og hann með þarna, sko. En þetta lag hérna til dæmis Man Eater, þetta svona eitt af mínum uppáhaldslögum, sko. Þetta féll vel í kanan, sko. Já, þetta var mikið spilað í Ameríku. Og já, þetta virkilega flott, en þarna sagan segir eins og að þeir hafi verið þéttir saman og samið mikið saman og þannig að besti vinnur Aðal mátti alls ekki missa sín úr þessum pakka, sko. Það er bara þannig. En síðan það höfum við beðið gestu okkar að velja það sem við köllum sakbitinn sæla. Það kannski var eitthvað svona sem að fólk hlustaði kannski á bara í einrúmi eða með partnernum eða já og var kannski ekkert að flíka, sko, en svo bara það þannig ofta að það var svo mikið að gerast í tónlistinni þannig að það er kannski ekkert auðvelt að finna eitthvað sem maður skammaði sín fyrir. Það voru einhvern veginn allir klikkaður og allt leyfilegt. En við ætlum aðeins að þið völduð meðal annars Can't Walk Away með Hebba, sko. Og ég var að skoða mitt myndbandi með því lagi. Þetta er rosalega flott myndband. Það var einhvern veginn svo mikið lagt í myndbandi þá, sko. Hebbi var flottur, sko. Hann opnaði þetta, ég hef stundum sagt það, sko. Hann opnaði útrásina á íslenskri tónlist. En við ekki gleyma því, sko. Og það voru einhverjar nýjar upplýsingar sem komu fram daginn frá honum, sko. Hann samdi þetta þegar hann var í fangelsi. Nú, já. Hann var stungið inn fyrir eitthvað, sko. Can't Walk Away. Skiljanlega, Can't Walk Away. Já. Þannig að þetta svona, þetta túlkar þetta svona setur þetta í annað samhengi, sko. Þessa reynslu. En Hebbi náttúrulega var þekktur vestur á fjörðum í Bolungarvík, sko, með hljómsveitinni Kan. En þarna á þessu myndbandi, þetta er svarthvítt, þetta er svona dramatískt og Hebbi bara svakalega flottur saman. En svona, já. En sumum fannst þetta svona. One hit wonder, auðvitað. Já. Og svo vinsæll aftur. Já, akkurat, sko. Og svo var það hitlagið sem við völdum, það var með honum Rick Astley. Já. Það er svona líka svona... Together Forever, ég meina það er náttúrulega bara þið, eiginlega, sko. Já, það er svona einhverja skýrskotum líka. Já, við Við hlustuðum stundum á þetta svona í einrúmi og dönsum bara heima í stofu eða eitthvað. Já, það er svolítið. Já. Svo myndum fara nánar út í það. En það sem mér finnst svo magna við Rick Astley, sjáu þið þetta barnsandlit. Það var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég sá þetta myndband. Og það bara röddin í þessum gæja. Já. Er þetta ekkert Milli Vanilli dæmið þarna? Nei, og svo er svo merkilegt, hann er enn að. Já. Og hann er bara bak við tjöldin í dag. Hann er að pródúsera tónlist á fullu, sko. Ok. Bara að vinna með bara stjörnum dagsins í dag. Já. Þannig að hann er... Þú veist, þetta var svona eitthvað gaur sem menn kannski voru ekkert að meta mikil, sko. Nei. Þú veist, sem svona pínu, fluffy eitthvað. En þetta verður ennst vel. Mér dettur líka í hug, sko, veit ég hvort það hefur séð þættina Hægósi. Það var þættir sem var teknir upp á Akureyri, sko. Þá kemur Rick Astley mikið við sögu. Það var sem bræður, annar ætlaði að gefa hinum disk með Rick Astley því hann fílaði hann svo mikið. En hann pantaði úr einn gám. En þetta var nú svona, sko. Já. En þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna. Það var gaman að hafa ykkur og eins og segjum, það var gaman að hafa svona hjón og sem hafa sömu sögu að deila, sko. Og þá er þessum 4. þætti lokið og við höldum áfram eins og ekkert hafi í skorist síðast og þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið.